Freyja lenti harkalega á jörðinni. Hún leit ringluð í kringum sig. Jörðin sem hún sat á var ekki jörð í eiginlegum skilningi heldur lykta hún eins og súkkulaði. Skammt undan sá hún tré með marsipanlaufblöðum og hlaupeplum. Skyndilega heyrði hún undarlegt hljóð fyrir aftan sig og snar sneri sér við. Fyrir ofan hana stóð ákaflega óvenjulega stór köttur á 2 fótum, klæddur í leðurjakka og gallabuxur. Þetta var auðvitað engin annar en Skotti. Hann lyfti annarri augabrúninni og sagði: Sæl, vina mín. Freyja starði orðlaus á hann og kleip sig þéttingsfast í aðra kinnina, sannfærð að hana væri að dreyma. Skotti opnaði munninn aftur og sagði: Þú lítur fáránlega út. Þú ert skrítin. Hvaða tegund ertu? Einhvers konar api eða eitthvað? Áður en Freyja gat svarað kom kú með gargandi önd hangandi í sér, hrapandi af himnum ofan og lenti beint í laufskrúði marsipantrésins. Skotti setti loppur í vasa og sagði: Ekki aftur.